Alþýðusambandið segir að verðtryggð lán heimilanna hækki 67 milljarða króna vegna aukinnar verðbólgu sem fylgi í kjölfar hækkunar á bensín- og áfengisgjaldi. Forsætisráðherra telur að flestir geti sætt sig við hækkun á þessum gjöldum. Verðtryggð lán heimilanna hækka 6 til 7 milljarða króna að mati Alþýðusambandsins. Þetta stafi af hækkun stjórnvalda á bensín- og áfengisgjaldi sem skili sér í aukinni verðbólgu. Forsætisráðherra telur að flestir geti sætt sig við hækkun á þessum gjöldum. Alþingi samþykkti í gærkvöldi frumvörp ríkisstjórnarinnar hækkun áfengis- og bensíngjalds. Fyrir vikið hækkar bensínlítrin tæpar 8 krónur og áfengislítrin 4 til 14%. Margir hafa gagnrýnt þessar hækkanir harðlega. Viðskiptaráð segir í yfirlýsingu ljóst að verðhækkanirnar séu til þess fallnar að kynda undir verðbólgu. Hagstofan segir að hækkun á bensíni, áfengi og tóbaki skili sér sem hækkun á vísitölu neysluverðs upp á 0,5%. Neytendasamtökin segja að hækkanirnar þyngi greiðslubyrði af verðtryggðum lánum og Alþýðusambandið segir að verðtryggt lán upp á 1 milljón króna hækki 5.000 krónur og 20 milljón króna lán 100.000 krónur. Samtals hækki verðtryggð lán heimilanna sem eru 1400 milljarða króna 6 til 7 milljarða, eingöngu vegna ákvörðunar Alþingis að hækka gjöldin. Þetta hefur auðvitað áhrif á vísitöluna núna fyrst í stað. En það má ekki gleyma því að þessi gjöld hafi ekki verið hækkuð í lengri tíma, áfengisgjaldi til dæmis ekki í mörg ár og núna erum við að hækka þetta sem nemur vísitölubreytingunni milli 2007 og 2008. Ég held að þetta séu hækkanir sem að flestir getur nú sætt sig við. Ég held að þetta séu hækkanir sem að flestir getur nú sætt sig við. Ég held að þetta séu hækkanir sem að flestir getur nú sætt sig við. Ég held að þetta séu hækkanir sem að flestir getur nú sætt sig við. Og í raun og veru hittist svo vel á að bensín að lækka stórlega þessa mundir. Við lækkaðum 20 króna núna undanfarnum vikum. Þannig að þetta fellur saman við það. Geir segir að hækkanirnar hafi verið óhjákvæmilegar. Það þurfa að afla tekna í ríkissjóð til að standa undir velferðarkerfinu og ýmsum útgjöldum. En við stöndum bara í þeim sporum núna eins og hefur verið útskýrt, þetta mjög kyrfilega, að við þurfum að draga úr þessu mikla halla sem að verður á ríkissjóði. Hann hefði verið 215 milljarðar ef við hefðum ekki gripið til ráðstafana og fer vonandi niður í 160. En að setja hátekjuskatt? Jú, það kemur alveg fyllilega til álita að mínu viti og sjálfsagt að skoða það. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV?